vængurinn orðinn nokkuð þurr og við þurfum að pússa hann aðeins til. Það er ágætt að byrja því að taka allar títuprjónana burt og síðan þurfum við að gera ýmislegt. Það fyrsta sem ég ætla að gera er að hefla afturbrúnina. Hún er dálítið há og ég er hérna með lítinn balsahefil sem ég get notað til þess að ná henni niður. Þetta tekur nokkrar strókur. Afturbrúnin er frekar hörð og heflast ekkert sérstaklega skemmtilega. Nú er ég búinn að hefla niður það sem ég get og restina ætla ég að pússa. Þá nota ég svona langan pússikubb og 80 pappír. Þessi er að vísu vel notaður, hann er gamall, það er allt í lagi og það er ágætt að láta pússikubbinn bara sitja ofan á vængnum og síðan nota annan endan á honum, hinn endan, til að pússa með. Og það er náttúrulega að passa að það rífi ekki rifin hérna. Nú þarf að ná niður hérna þessum vefum og þau standa dálítið upp úr sums staðar og þá er ágætt að byrja þau bara því að skera svona á ská ofan í þá. Svona passa samt að slíta þá ekki sundur. Með því að skera svona á ská ofan í þá losum við þá niður undan brúninni á bitanum. Og þegar maður er búinn að skera svona, þá getur maður rennt á með sandpapírinn, en ef maður hefur skorið þetta rétt, þá þarf maður lítið sem ekkert að pússa. Svona. Nú er þessi vængur tilbúinn, aðeins eftir að pússa hérna frambrúnina niður. Hérna er hann kominn og nú þarf bara að búa til hinn. Hérna er grindin að hægri vængnum að byrjuð að skríða saman
Og það næsta sem að á að gerast er að vinstri vængurinn er settur hérna á og límdur fastur á sinn stað, svona. Til þess að hann sitji rétt, þá þarf að lyfta endanum hérna 42 mm. Ég fekk mér hérna smá afskurð, mældi 42 mm hérna upp á og ætla síðan að líma þetta hérna á hér. Þá get ég stillt þessu undir endarifið og fengið akkurat 42 mm af aðhalla á vænginn. Já. Við þurfum að búa til vængendana og þeir eru gerðir úr þessum kubbum hér, það er að segja svona balsakubbum og léttkrossviði. Og það sem að gert er að þessum léttkrossviði, þessi léttkrossviði er bara límdur hérna við til þess að búa til vængendan sem fer hér á. Við skulum setja þetta hérna. Svona létt krossviður eins og þessi, hann á það til að verpast dálítið eins og hér sést, en með því að við getum pinnað hann bara niður svona til að byrja með, svona hreyfist ekki mikið, og síðan sett klemmur á hann til að halda honum, og bara nógu margar klemmur. Nú þarf þetta bara að fá að þorna. Við þurfum líka að
forma þessa litlu tvo búta hérna. Þetta er aftan á vænginn í miðjunni. En þeir þurfa það þarf að skera þá til. Ef þau veru festir á svona, þá myndi koma bil á milli. Við þurfum að skera til þannig að þeir verði á réttri lengd og að hornið á þeim verði rétt. Það er nóg að bera það saman við teikninguna þar sem þetta er sýnt og merkja hérna á. Þá kemur hérna rétta strikið svona og nú er hægt að saga þetta af hérna. Nú ætla ég að líma þessa afturbrún hérna á og þetta er eini staðurinn á vængnum þar sem sérstaklega er farið fram á að maður noti epoxylím. Það þarf nú ekki sérstaklega mikið. Svo ger ég bara hinn líka. Nú er ég búinn að setja hérna það sem við kallum 2x25. Þetta er þunnur krossviður sem er hérna til þess að taka við teyjunum sem koma hérna yfir og ég þarf að pússa þetta aðeins og gera þetta örlítið svona ávalara svo það skeri nú ekki teyjurnar. Og síðan er ég búinn að setja hérna svona vörn sem að er fyrir snúrurnar úr servónu og nú þarf ég að skera innan úr þessu og opna þetta gat svona varlega. Svona. Það næsta sem er að taka þessa kubba hérna sem ég er búinn að líma og forma þá til og ég ætla að saga bara hérna utanaf og reyna að fara að pússa þetta til. Hérna er ég búinn að skera annan vængendan til og hérna er hinn og það er best að gera þetta bara með svona hníf, svona til að byrja með það því að það liggur þannig í þessu og síðan ef maður þarf til dæmis að taka hérna af endanum að nota þá sög. Afgangurinn af þessu er síðan snyrtur með svona balsahefli. Nú er hægt að fara að rúna þetta aðeins til. Það þarf ekki að gera rosalega mikið og í rauninni best að gera það eftir að maður límir þetta á, en það er ágætt að taka smávegis. Ég er að hugsa að skilja eftir það sem eftir er á meðan þetta límist á og forma það síðan til þegar þetta er komið á endan. Nú er vængendinn orðinn fastur á hérna og nú get ég virkilega byrjað að höggva að honum með heflinum.
Nú er ég búinn að hefla vængendan niður, þannig að hann er svona það bil sléttur með vænginn, við rifin hérna, og þá get ég tekið rúninguna sem þarf. Og með við teikninguna, og þá var nú engin svakalega mikil rúning. Það er aðeins, en bara rétt, þannig að það er rétt aðeins að taka á því með heflinum og svo er þetta að nota sandpappírinn. Svona, nú er þessi vængjandi kominn nokkuð góður og ég klára að pússa hann þegar ég pússa restina af vængnum áður í klæðin. Hérna er þá vængurinn kominn að mestu. Ég á að vísa eftir að setja hallastýrin á, en ég geri það þegar að ég set öll hin stýrin á. Ég á líka eftir að setja servoið í, eða servoinn, það eru tvö, annað hérna og hitt þarna, og ég geri það þegar að stýringin fer öll inn. En nú er sem sagt vængurinn að mestu tilbúinn og við getum farið að snúa okkur að næsta hlut.